Björgunarsveitir í Venesúela hafa unnið í kappi við tímann í dag við að ná fólki úr rústum eftir 2 öfluga jarðskjálfta í gærkvöld. Óttast að manntjón sé mikið. Ráðist var í umfangsmiklar uppsagnir í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. 18 var sagt upp og 9 færð til milli sviða. Tilfallandi verkefnum verður útvistað. Minnihlutinn óttast fleiri uppsagnir. Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim. Atvinnuvegaráðherra telur andstöðu bændasamtakanna við Evrópusambandið byggjast á ótta og óvissu hvað geti orðið. Bændur ættu að sjá tækifærin sem felist í aðild að ESB. Hún segir þjóðaratkvæðagreiðsluna snúast að taka skref áfram. Björgunarsveitarfólk frá Súlum á Akureyri stendur vaktina í Landmannalaugum næstu vikuna. 2 útköll bárust af hálendinu í dag á fyrsta degi árlegrar hálendisvaktar Landsbjargar. Komiði sæl. Alþjóðasamfélagið hefur boðið stjórnvöldum í Venesúela aðstoð eftir að 2 öflugir skjálftar riðu yfir landið í gærkvöld. Staðfest hefur verið að 188 hafi farist og 1500 slasast. Óttast að manntjón sé mun meira. Suma afskekkta staði hafa björgunarsveitir ekki komist á. Skjálftinn reið yfir klukkan 6 síðdegis að staðartíma. Í gær var almennur frídagur í landinu og margir því heima hjá sér. Björgunarsveitir hafa unnið í kappi við tímann við leit að fólki í rústum. Margir hafa þurft að bíða lengi eftir aðstoð. Hay un desespero, mi amor, que te puedo decir, un desespero. Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado, o está por ahí un refugio. Es verdad, estoy desesperada. No sé todavía, mira la hora que es, el gobernador dijo que ya iban a mandar máquinas, y mira la hora que es, todavía no han mandado las maquinarias, para que tú veas que los mismos vecinos, los que pudimos salir, son los que están haciendo, como se dice, la ayuda. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Fyrri skjálftinn var 7,2 að stærð. Sá seinni reið yfir aðeins 38 sekúndum síðar og var 7,5. Skjálftamiðjan var vestan við höfuðborgina Caracas. Skjálftinn fannst einnig í nokkrum nágrannaríkjum Venesúela, þar á meðal í Kólumbíu, Brasilíu og Curaçao. Þessar myndir voru teknar í úthverfi höfuðborgarinnar Caracas þegar skjálftarnir riðu yfir. Fjöldi húsa hefur hrunið til grunna og búast má við eftirskjálftum næstu daga. Margir höfðust við á götunni í nótt af ótta við að heimili þeirra myndu hrynja. Skemmdirnar eru mestar í héraðinu La Guaira. Carreño misti heimilið sitt, bíl og mótorhjól í skjálftunum. Ahí hay personas dentro, me imagino, que no lograron salir, pero bastante devastador. Y gracias al Señor, por lo menos estamos vivos. Miklar skemmdir urðu einnig á alþjóðaflugvelli landsins. Venezuela var í viðkvæmri stöðu fyrir. Mikil fátækt ríkir eftir ógnarstjórn síðustu ára og fyrir skjálftana var áætlað rúmlega 1/4 landsmanna þyrfti á mannúðaraðstoð að halda. Fjöldi ríkja hefur boðið fram aðstoð og lögðu sérhæfðar björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna af stað í dag. Og þá að allt öðru. Ýmsu starfsfólki í Ráðhúsi Reykjavíkurborgar var í dag sagt upp eða það fært til í starfi. Borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar. Uppsagnirnar voru samþykktar á fundi borgarráðs í morgun og hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofum Ráðhúsins. 18 var sagt upp og aðrir færðir til í starfi. Gert ráð fyrir að starfsmönnum fækki 40%. Skrifstofa samskipta og viðburða var lögð niður og öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar var sagt upp. Þá var mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar einnig lögð niður ásamt stefnumótunar og þróunarteymi skrifstofu borgarstjóra. Helstu verkefnum á borð við rannsóknarþjónustu, verkefnastýringu lýðheilsumála og grænu plani verður hætt.
Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, hefur farið fyrir stýrihópum hagræðingu í borgarkerfinu síðan nýr meirihluti tók við. Og mér fannst þá eðlilegt að ég sem borgarstjóri gengi undan með einhverju fordæmi og gengi rösklega til verks á minni skrifstofu. Það er hins vegar mjög sársökafullt og það er ekki gert af léttúð, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar. Áætlað er að breytingarnar geti lækkað rekstrarkostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytinganna er að fullu lokið. Tilfallandi verkefnum verður útvistað. Við erum með verkefni inn á mannréttindaskrifstofu, þeim er ekki útvistað, þau eru færð inn á svið þar sem þau fara nær þjónustunum við fólkið og þjónustu þegana. Við erum að minnka verulega, við erum að leggja niður í rauninni samskiptaskrifstofuna og ætlum að minnka verulega teymi miðlunar hér í Ráðhúsinu en við opnum á að einhverjum verkefnum gæti verið útvistað en það er bara tilfallandi, það er ekki viðvarandi útvistun á neinu. Hildur segir að engar ákvarðanir hafi verið teknar frekari uppsagnir. Við höfum falið okkar sviðstjórum að rýna sín svið og kynna fyrir okkur þeirra tillögur að hagræðingum, það er líka ekki fyrir ennþá. Það fylgir auðvitað mínu starfi, það hlutverk að taka erfiðar ákvarðanir og eins og ég segi við höfum gert kröfu á sviðstjóra að þeir taki núna á næstunni erfiðar ákvarðanir og mér fannst eðlilegt að ég byrjaði á að líta á þá skrifstofu sem mér stendur næst. Minnihlutinn í borginni segir að upplýsingar skipulagsbreytingarnar hafi borist með mjög skömmum fyrirvara. Ekki hafi gefist tími til að kynna sér þær fyrir fund borgarráðs í morgun. Já, hvað að segja, þetta er erfiður dagur í Ráðhúsinu í dag. Það er fullt af fólki núna sem á sárt að binda. Það er aldrei gaman að segja upp fólki, en það er ekki eins og þetta hafi komið á óvart. Það var viðbúið að yrðu gerðar skipulagsbreytingar og það var mikið talað hagræði í kosningabaráttunni. Auðvitað sér maður strax að það talað að útvista verkefnum og þetta flokkast auðvitað sem hópuppsögn. Þannig maður velti fyrir sér í rauninni hvort þetta muni skila einhverju hagræði til lengri tíma þegar það verið að treysta á utanaðkomandi aðila til þess að sjá verkefni sem að starfsfólk innan borgarinnar hefur sinnt og hefur auðvitað byggt upp reynslu og þekkingu. Og maður svona velti fyrir sér hvort þetta sé jafnvel sett fram til þess að geta tikkað í einhver svona boxhagræðingar en það er margt þarna sem að virðist vera óútfært. Það er síðan kannski spurning hvernig breytingar eru gerðar og við bókuðum nú við þetta í dag að mér finnst að slá aðeins eða skera aðeins að sjá að mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð eru sett til hliðar og lögðu niður. Það á þetta að vera í lagi að hugsa dálítið það reglulega hvernig getur gert hlutina sem best en ég sé ekki að þetta sé einhver niðurstaða sem að skili góðri niðurstöðu fyrir Reykjavík eða borgarbúa. Gengur þetta að einhverju leyti of langt að þínu mati? Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim, að við munum sjá fleiri uppsagnir. Formaður stéttarfélagsins Sameiki sem hópur á starfsmönnum Reykjavíkurborgar er skráður í harmar uppsagnir dagsins. Hann segir að rýna þurfi í raunverulegan sparnað við útvistun verkefna hjá sveitarfélögum. Sameiki á eftir að fá betri upplýsingar en þykir þetta miður og tekur illa í breytingar sem þessar. Þetta er alltaf mjög íþyngjandi fyrir fólk almennt að missa vinnuna. Eins er verið að tala um að útvista einhverju verkefnum og þá veltir maður fyrir sér, er einhver sparnaður í því og það er eitthvað sem við munum koma til með að skoða sérstaklega í okkar stéttarfélagi. Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar? Já, það er fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Sameiki. Og við þetta bæta að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðar frekari breytingar á starfsmannahaldi í bréfi sem hún sendir starfsfólki Reykjavíkurborgar í dag. Þar segir hún að á næstu vikum og mánuðum verði kynntar frekari tillögur af þessu tagi sem nái til annarra þátta í rekstri borgarinnar. Gerða verið breytingar sem snúa að viðverum, ráðningum og ferðalögum og þær verði kynntar betur á næstunni. En þá snúum við okkur að allt öðru. 2 sakborningar í Höfðatorgsmálinu mættu fyrir héraðsdóm Reykjavíkur við þingfestingu í dag. Sá þriðji er erlendis og það næst ekki í hann. Sakborningarnir 2 neita sök. Mennirnir 3 eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í 3 hlutum. 1 fyrir að hafa ekið á mann í bílakjallaranum á Höfðatorgi, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og svo 3 fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásinni hlaut lífshættulega áverka.
Ekkert lát varð í dag á hitabylgjunni sem haldið hefur mörgum Evrópuríkjum í heljargreipum í vikunni. 3 ára barn sem lést úr hita í bíl í úthverfi Parísar í gær. Samkvæmt frönskum fjölmiðlum fór barnið sjálft inn í bílinn en komst ekki aftur út vegna barnalæsingar. Foreldrar barnsins héldu að það væri að leggja sig inni á heimili fjölskyldunar. Faðirinn var að vinna í garðinum og móðurinn hafði lagt sig með yngra systkini barnsins. Þriðji dagurinn var sá hlýjasti í sögu Frakklands. Í París fór hitinn í rúmlega 40 gráður. Fyrr í vikunni létust 2 ung börn úr hita í bíl í Frakklandi. Framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga segir íslenska ríkið brjóta samkomulag við sveitarfélögin með nýrri reglugerð ábyrgð í málefnum barna með fjölþættan vanda eftir að ríkið endur skilgreindi hópinn sem fellur undir þjónustuna. 2 milljarðar króna gætu bæst við útgjöld sveitarfélaga á næsta ári. Samkomulag var gert milli ríkis og sveitarfélaga í mars í fyrra að ríkið tæki að sér framkvæmd og bæri ábyrgð á fjármögnun sérhæfðra þjónustu við börn með fjölþættan vanda sem búsett eru utan heimilis. Samkvæmt Sambandi íslenskra sveitarfélaga hafa þessi börn verið 34 að jafnaði en með nýrri reglugerð sem var birt í upphafi mánaðar hafi ríkið einhliða endurskilgreint og þrengt hópinn sem fellur undir samkomulagið. Nú verði 20 eftir og 14 verði á ábyrgð sveitarfélagana. Þarna að ræða börn sem eru með flóknustu þjónustu þarfirnar í varðandi fjölþætta vanda barna og það er tekið það ákvörðun það að þau verði eftir hjá sveitarfélögunum. Þjónustan við börnin var áætluð 3,5 milljarðar á ársgrundvelli þegar ríkið tók við málaflokknum í fyrra. Nú fellur stór hluti af kostnaðinum aftur á sveitarfélögin. Arnar áætlar að það gæti orðið 1,5 til 2 milljarðar á næsta ári. Sambandi segir málið snúast traust milli ríkis og sveitarfélaga. Þetta kemur náttúrulega eins og svolítið stórsveipur og við gengum náttúrulega út frá því í öllum okkar áætlunum og samskipti við ríki að þetta samkomulag myndi halda. Ég meina að sveitarfélög eru náttúrulega í fjárhagsáætlanagerð og annað og þurfa þá væntanlega að gera ráð fyrir þessum breytingum. Ekki náðist í Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra eða aðstoðarmenn hennar í dag. Atvinnuvegaráðherra segir þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst ekki snúast aðild eða aðlögun að Evrópusambandinu. Hún segir andstöðu bændasamtakanna byggjast á átta og óviss hvað geti orðið. Engu hefði breytt þótt atkvæðagreiðslan hefði verið síðar. Bændasamtökin hafa boðið til aukabúnaðarþings 14. ágúst vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar í lok ágúst framhaldi viðræðanna við Evrópusambandið. Formaður bændasamtakanna segir þetta risastórt pólitískt verkefni og að ráðamenn þjóðarinnar hafi ekki útskýrt af hverju farið sé af stað í þessa vegferð hásumar. Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram og kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig við getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér. Formaður bændasamtakana segir mörgum spurningum ósvarað en ráðherra ósammála því. Svörin fáist ekki nema þjóðin segi já í ágúst. Ef ekki komi já, haldi menn áfram að giska á hvað hefði getað orðið. Þetta byggist á einhverju ótta hvað verður, óvissu, en við eyðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið. Ráðherra segir ekkert að óttast við að segja já í ágúst. Það hefði engu breytt þótt þjóðaratkvæðagreiðslan hefði verið haldin síðar á árinu. Ég er þeirrar skoðunar að þetta sé ekki mál sem á að útkljá á þingfundum. Þess vegna er þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpinn á þingi þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin er til staðar, hún er hér, það er lífleg umræða í gangi. Árlega hálendisvakt Landsbjargar hafin í 20. sinn og fyrsti hópur sjálfboðaliða nýkominn í Landmannalaugar til að vera til taks á annatíma í fjallaferðum. Fréttastofa leit við hjá björgunarsveitinni Súlum og Akureyri þegar þau voru að búa sig undir fyrstu vaktina í gær. Af hverju þarf maður að huga fyrir svona leiðangur? Það er bara að passa að hafa nóga fötum og nesti og búnaði. Við erum að pakka matnum fyrir helgina og við erum með klósettpappír og kókumjólk fyrir heila viku fyrir 15 manns. Nóg að taka. Þetta er slatti af mat. Hvernig komið þessu öllu upp eftir? Við erum að ræðis á fleti og tökum þetta fyrir með vörubílinn okkar sem tekur þetta með okkur. Man tekur eldsneyti fyrir bíluna í leiðinni og svona.
hvaða leið eru það að fara? Við förum yfir Kjöl, förum upp hjá Blöndulóni og þar yfir. Vitið þið eitthvað hvernig á að viðra á ykkur eða hvernig færðin verður svona á leiðinni? Nei, ég held nú að vegurinn sé allt í lagi en ég þekki ekki til með þennan veðri, ég hef ekkert búinn að skoða það. Það kemur bara sem kemur. Og meira þessu tengt því Ástrós Signíðardóttir fréttamaður og Víðir Hólm Ólafsson tökumaður eru komin í Landmannalaugar. Já, Ástrós, hvernig það núna? Já, það sól, rok og rigning en alveg afskaplega fallegt. Við komum hingað inn í Landmannalaugar fyrr í dag og fylgdumst með því þegar hópurinn mætti. Þau eru búin að vera hérna í dag að koma sér fyrir en það fylgir þeim ansi mikill farangur eins og við sáum hérna áðan. En hjá mér hún Elva Dögg frá Súlum björgunarsveitum. Elva, ef þú svona miðað við fyrir reynslur, hver verða helstu verkefni ykkar hér? Okkur svona sýnist að helstu verkefni geta orðið bílar sem fastir í vöðunum hérna, upplýsingagjöf og forvarnir til ferðamanna á svæðinu, fyrsta hjálp og svona helstu veikindi sem við hefum verið að sinna undanfarin ár. Já, ég held að það verði svona helstu okkar verkefni. Þeir skiptið þessum verkefnum á milli ykkar, björgunarsveitir á landinu. Hvað verði þið hérna lengi? Við komum í dag og verðum inn í vikum, þannig að vaktaskiptið eru 3 næsta 5. Þannig að þetta vika sem hver sveit tekur. Og hafa verkefni björgunarsveita hérna á svæðinu eitthvað breyst í gegnum tíðina? Nei, ég held ekki þannig séð. Þetta yfirleitt alltaf þessi upplýsingagjöf og mikið bílfestur. En þetta svona hefur aukist mikið. Við finnum alveg fyrir auknu álagi og mikilvægi þess að við séum hérna á staðnum. Hvað gefur það ykkur sem hóp og sem björgunarsveita að sinna svona verkefnum? Þetta náttúrulega rosalega gefandi og þetta bara rosalega mikil endurmenntun fyrir okkur og bara þjálfun að geta bara komið hérna sem hópur og verið saman, bara hópefli fyrir okkur. Þetta bara rosalega skemmtileg vika fyrir okkur og þetta léttir líka rosalega á sveitunum hérna á Suðurlandinu sem annars þyrfti þá að sinna þessum verkefnum en bara heilt yfir bara lærdómsríkt og skemmtilegt. Og hvernig með gistingu og hvernig svona ykkar staðarháttum, hvernig hafið það hér? Við höfum mjög fínt. Við erum með mjög góðan skála og gám hérna fyrir aftan okkur sem við gistum í og svo alltaf 3 félagar hjá okkur að gista í tjaldi. Þannig að það fer mjög vel okkur. Það þröngt en mjög gott. Og með þessum orðum þá kveðum við hérna úr náttúrufegurðinni í Landmannalaugum. Takk fyrir það, Ástrós Signíðardóttir og Víðir Hólm Ólafsson tökumaður. Nú og við ætlum að fara norður því listasumar á Akureyri hófst í dag og stendur næstu 3 vikurnar. Ólöf Rún Erlendsdóttir í miðbæ Akureyrar þar sem slegið verður upp balli í kvöld. Já, Ólöf, ertu búin að reyma á því dansskóna? Heyrðu, ég kom reyndar bara í svona venjulegum strigaskóm í vinnuna en ég er búin að reyma þá ekstra vel á mig af því það á að slá upp alvöru gamaldags dansleik hérna í kvöld. Og eins og þú sagðir að þá markar þessi viðburður og dagurinn í dag dálítið upphaf þessa listasumars á Akureyri. Þetta stendur allt til 18. júlí og fullt af viðburðum og eitthvað fyrir alla, frítt inn á allt saman. Það var einn viðburður í listigarðinum í dag, þar sem argentínskur listamaður sýndi listir sínar en þessi dansleikur aðalmálið. Þið hjá Gilfélaginu standi fyrir þessu, Bryndís. Hvernig datt ykkur eiginlega í hug að halda ball hérna í miðjum bænum? Sko, það náttúrulega svo raki núna þegar búið að loka götunni loksins að þá þetta besta sem við getum gert að halda ball í henni. Og við höfum verið með viðburð í nokkur ár og núna vildum við vera með stærri viðburð heldur en venjulega og okkur tókst að koma því í kring og erum mjög ánægð með það. Það hefur vakið alltaf athygli þessi skreyting hérna fyrir aftan okkur. Þeir eru búin að koma hérna fyrir ekkert smá skrautlegum skóm. Hvernig kemur þetta til? Það jú þannig að Gilfélagið samansafn af listamönnum og við tókum okkur saman og skreyttum skó í nokkra daga og fengum þessa skó frá Rauða krossinum og Hertex og Norðurhjálp og allt gefins. Þannig að það var tilvel að nota það. Glæsilegt og nú geta allir farið að pússa skóna sem langar að fara á dansiball í kvöld. Þetta byrjar allt saman klukkan 8, bandið hérna að græja sig. Fyrir þá sem sitja heima núna og að pæla hvort það að kíkja á ball, hvað eigum að segja við þá? Drífið ykkur á ball, ekki vera að hanga heima og gera ekki neitt. Eigum að heyra smá? Ok.
Og þá skulum við fara og sjá hvernig viðrar á þessa hressu Akureyringa og aðra landsmenn. Komið sæl, í dag búið að vera suðvestlæg átt hjá okkur og dálitlar skúrir einkum á sunnan og vestanverðu landinu en yfirleitt þurrt fyrir austan. Áfram svipað veður á morgun hjá okkur, suðvestlæg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir þá einkum á Norðurlandi og Vesturlandi en yfirleitt þurrt fyrir austan, svo sjáum við að þessi lægð hér nálgast landið úr suðvestri annað kvöld. Það búið að vera heldur svalara á vestanverðu landinu í dag en áfram hlýtt í veðri fyrir austan, hiti mældist 20 stig á Egilsstaðaflugvelli í dag. Við sjáum svo með þessari lægð sem nálgast landið á morgun kemur hlýrri loftmassi yfir landið og við sjáum hærri hitatölur á morgun á vestanverðu landinu en hefur verið í dag. En þetta staðan á nærmyndinni, suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu í kvöld og skúra leiðingar en yfirleitt þurrt fyrir austan. Svo þegar líður á nóttina dregur smám saman úr vindi og vætu. Áfram dálitlar skúrir á morgun þá einkum bundnar við vestanvert landið og fyrir norðan. Og þetta staðan klukkan 2 á morgun, suðvestlæg breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og væta á norður- og vesturlandi en annars staðar yfirleitt þurrt að kalla og hlýjast í veðri 15 stig allra austast á landinu, annars staðar hiti svona bilinu 8-13 stig. Og þegar líður á morgundaginn þessi lægð nálgast landið úr suðvestri, snýst smám saman í austlægari átt og það fer að rigna á sunnanverðu landinu aðfaranótt laugardags. Og sjáum hér á laugardagsmorgun dálítil rigning með köflum sunnan og vestanlands en þurrt fyrir norðan og hér klukkan 2 á laugardag hitatölur á bilinu 8-15 stig á landinu, það mildast á norðausturlandi þar sem gæti jafnvel sést eitthvað til sólar, annars það er þungbúið og dálítil rigning eða súld. Förum yfir á sunnudaginn þá snýst í norðaustlæga átt 8-15 metrar á sekundu, hvassast á Vestfjörðum og það þykknar upp með smá vætu fyrir norðan, rigning eða súld þar og kólnar heldur í veðri. Einnig verður samfelld rigning á Austfjörðum, annars staðar skúra leiðingar og hlýnar heldur hér á Suðvesturlandi. Förum yfir á mánudaginn, aftur snýst í suðvestlæga átt 3-10 metrar á sekundu og víða má búast við vætu á mánudag ef spá rætast. Þetta staðan í Evrópu á morgun en geisar þessi hitabylgja og maður búast við sólríku veðri víðast hvar og hiti yfir 35 stig spáð í mörgum borgum á morgun og þegar líður á vikuna þá maður búast við að þetta mikla hitasvæði færi smám saman til austurs þá dregur úr hitanum í vestanverðu Evrópu en það hækkar í austanverðu Evrópu. Við skulum segja þetta gott að veðri í bili. Verið sæl. Og nú skulum við sjá hvað verður í íþróttum kvöldsins. Kanada og Bosníu og Hersegóvína komust í gærkvöldi áfram í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Suður Kórea og Skotland þurfa að bíða og sjá hvort þeirra árangur dugi til að komast áfram, en bæði lið töpuðu í gær og í nótt. Það er þétt dagskrá framundan hjá Gunnlaugi Árna Sveinssyni, kylfingi, og úrtökumót fyrir næsta risamót, það opna, er framundan. Gunnlaugur Árni verður svo líka með landsliði Íslands í Evrópukeppninni í liðakeppni, en landsliðin voru kynnt í gærkvöldi. Íþróttir hér rétt handan við hornið. Og það var helst í þessum fréttatíma að björgunarsveitir í Venesúela hafa unnið í kappi við tímann í dag við að ná fólki úr rústum eftir 2 öfluga jarðskjálfta í gærkvöld. Óttast er að manntjón sé mikið. Ráðist var í umfangsmiklar uppsagnir í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. 18 var sagt upp og 9 færð til milli sviða. Tilfallandi verkefnum verður útvistað. Borgarstjóri boðar frekari breytingar á næstu vikum og mánuðum í bréfi til starfsfólks. Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim. Atvinnuvegaráðherra telur andstöðu bændasamtakanna við Evrópusambandið byggjast á ótta og óvissu hvað geti orðið. Bændur ættu að sjá tækifæri sem felist í aðild að ESB. Hún segir þjóðaratkvæðagreiðsluna snúast að taka skref áfram. Björgunarsveitarfólk frá Súlum á Akureyri stendur vaktina í Landmannalaugum næstu vikuna. 2 útköll bárust á hálendinu í dag á fyrsta degi árlegrar hálendisvaktar Landsbjargar. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og síðan er framundan fótboltakvöld þar sem fylgst er með leikjum á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vegna fótboltans þá verða sjónvarpsfréttir fyrr á ferðinni annað kvöld eða klukkan 18:20. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.